Halldór, já, þið voru svona betri framan af en hvað var það sem að gerði útslagið? Það kom bara kafli þarna sem við hættum að gera sem var að virka og láta bolta ganga. Við vorum bara að tjekka loftþrýstinginn á boltanum aðeins og sjá hvort það væri ennþá loft í honum þegar við vorum hætt að dribla með honum. Þannig að þá bara datt allt flæði út og með það koma slæmar ákvarðanir eins og mjög léleg sendingar og turnover. Og það nýta sér og það fá 17 stig á okkur út á turnover hérna í dag og það liggur svolítið mikill munurinn og ásamt því að við vorum ekki alveg að stíga nógu vel út. Vörnin, ég meina þið voru að gera skotin erfið í fyrri hálfleik, héldu Keflavík undir 30% skotnýtingu, ekki alveg eins vel í seinni hálfleik. Nei, ég held að við bara látið svona slæma gangi í sókninni hafa áhrif á okkur varnarlega. Þetta svona dálítið þannig að ef þú ert í grúfi í sóknarlega þá stundum smellir vörnin með líka og það kannski erfitt að þegar ekki gengur ekki allt upp og vera undirbúið fókusin. Það þannig sem við þurfum að gera það. Ef við erum ekki hitta þá verðum við allan á stoppum hinn. En allavega við getum tekið hellingsskott út úr þessu leik, það klárt mál. Hvernig að vera komin aftur á stað? Það bara frábært. Kannski hefði eitthvað annað að gera þetta en að sitja heima á sófanum hjá mér. Fagna því alveg mjög mikið. Glæsilegt. Takk fyrir þetta og gangi ykkur vel. Takk hérlega.